Það 4 ár síðan að farið var að flokka rusl hér á Sauðárkróki við heimahús. En hver forsagan að því? Já, 2006 þá fékk ég þessa hugmynd að byggja flokkunarstöð. Mér fannst alveg nóg hvernig var gengið hér gámasvæðið og vildi koma betra skikki á þetta og fór ræddi við sveitarstjórnarmenn og lagði þessa hugmynd fyrir þá og þeir tóku mjög vel í þetta og gerðu við með 10 ára samning. Og þá fór ég á stað 2007 að byggja og við opnum hérna í ársbyrjun 2008. Við lendum í hruninu og það var nú kannski búið að gera hérna eitthvað aðeins meira ef maður hefði ekki lent í smá krísu, en þetta allt að koma. En fyrirtæki hérna á svæðinu tóku mjög vel við sér leið og við opnum og fólk líka, það fór að flokka heima og kom með þetta hingað eins og ég hafði svo sem lagt upp með að fólk myndi flokka heima, koma með þetta hingað. Mjög gott aðgengi hérna, keyra hérna í gegnum húsið, flokka hérna í rampa sem voru til staðar og þetta gekk bara mjög vel og við sáum bara strax að það minnkaði sorpið í tunnunum. Við vorum að mæla þetta allt upp í 1,5 tonn á 2800 manna samfélagi sem að minnkaði og fólk var mjög duglegt að koma hérna niður. En svo vildu menn fara að skoða meira frekari flokkun, fannst þetta briljant og það var ákveðið að fara í allsherjarflokkun. Sveitarstjórnin tekur þá ákvörðun 2009 að það skildi vera 3 tunnur við hvert hús og við myndum flokka. Nú, þeir tóku þennan pakka og hentu honum í hendunar og mér sagði gjörðu svo vel, reddaði tunnum og kom þessu stað. Og ég var ekkert sáttur við það að fara að setja 3 tunnur heim við hvert hús. Það hefði ekki gerst gengið vel. Það sem að það var nóg að elta 1 tunnu fjúkandi götuna, hvað þá 3 frá hverju heimili og fólk var ekkert tilbúið að taka á móti 3 tunnum. En ég kom þessu í 2 og 3. tunnan í einni, við erum sérst með tunnu í tunnu. Og það kom til út af því að ég var búinn að heyra af því að þetta væri til, en hitti svo vinn minn á Akureyri, Gunnar Garðarsson, og fór að segja honum hvað ég væri að brasa við. Og þá sagðist hann hafa rætt við þá menn á Dalvík Prómess hvort það væri ekki hægt að smíða svona hólf og þeir tóku mjög vel í það. Þannig að ég fór með Gunnari og við hittum þá og það var úr að ég hannaði þetta hólf eða sem sagt að þetta hólfi mín hugmynd eða sem sagt hönnunin á því eins og ég vildi hafa það. Þetta 35 lítra hólf og dugar í flestum tilvikum fyrir heimili sem sagt hálfsmánaðarlega losun. En úrgangurinn hvert fer hann héðan? Til hvaða landa? Allur pappír fer á Holland. Við flytjum þetta héðan út í gámum. Skipafélagið kemur með gám hérna, leggur hann niður við húsið, við fyllum hann og göngum frá honum og öllum pappírum og þeir koma svo að taka hann. Og sem sagt að það fyrirtæki í Hollandi sem kaupir þetta á okkur. Eitthvað sem fer til Kína? Já, bændaplasti fer allt til Kína. Og síðan eins og rafgeimar, þeir hringarás tekur við öllum spillefnum frá okkur og áfram sendir þau í réttar áttir. Og við verum svo lítil að fá hérna, við verum að vera í samstarfi við einhvern stóran aðila og þeir taka þessu öllum raftækjum. En nú fólk ekki að flokka neitt bara í 1 eða 2 tunnur, þetta í raun og veru 7 flokkar sem að eða hvað? Já, þetta eru svona 7 flokkar og þú setur þessa 7 flokka í grænu tunnuna. Lífræna úrgangi setur í brúnahólfið og svo gráa tunnan eða svarta. Það það sem að fer í urðun. Og þú finnur mestan mun af því hvað fer mikið minna í urðun? Já, þetta þarf að fara rétt 40% í urðun af heildarþyngdinni sem við verðum að taka hérna á sorpi. En það var hér áður fyrir bara 100%? Það var 100%. Og þetta ekki svona mikið mál eins og mörg sveitarfélög í dag virðast svona telja að fólk get ekki lært að flokka. Það ekki bara vanumat á okkur, fólkinu? Jú, það það alveg tímalaust vegna þess að þetta ekkert mál. Þetta kemst upp í vana.
Og þegar við vorum vön þessu og við komum eitthvað annað þar sem ekki flokkað, þá fær maður hálfgerða sekt að henda þessu öllu saman. Og þetta tók ekki svo langan tíma? Nei, þetta bara small. Þessu var skellt á 1. febrúar 2010 og fólk eiginlega bara fór strax í. Já, en það er náttúrulega, það mætti aðeins lagast, sko, ég myndi vilja sjá þetta betur gert, en þetta samt ótrúlega hreint. Við erum að fá stundum barnableiur í grænutunnuna og hvort sem það er bara slys, en það skemmir svolítið fyrir okkur, efnið. Þannig við þurfum að vanda okkur. Já, og svo líka er það við getum flokkað meira. Við gætum náð meira út úr því sem fer í gráutunnuna, yfir í það grænu. Já. Þetta þarf fólk bara að kynna sér og læra. Við útbyggum bækling, mjög svona skiljanlegan og góðan bækling með myndum og svoleiðis að þá er hægt að lesa sér alveg til þar. Þannig að þetta sveitarfélag er til fyrirmyndar í þessum efnum? Ég myndi segja það, við stæðum mjög framalega í öllum málum varðandi úrgang.